og stjörnur, varirnar rauðar sem blóm. Djúpsæir dular fullir, dagarnir hennar líða, tíbrá varpar titrandi blik á silkið síða. Og eitt víst, að óskirnar fljúga víða. Eitt víst, að óskirnar fljúga víða. Hrjúfur fellur af himinboga. Ég fæddist í Hafnarfirði 7. september 1935. Æva forn konuorðin. Sömuleyti átti ég dálítið skrýtna barnæsku. En þá var ég náttúrulega að fara dálítið langt aftur í fjölskyldusöguna. Yfir fjölskyldu minni hvíldi margs konar sorg. Pabbi hafði mist móður sína úr spönskuveikinni 1918 og hún var þá að eignast 7. barnið og hann lá við hliðina á henni þegar hún andaðist og síðan tættust þau systkin út og suður. Mamma varð fyrir þeirri miklu sorg að það kom upp berglar á þeirra heimili og eina systirinn sem hún átti, ung kona sem þótti mikið afbragð annarra kvenna, gáfuð og falleg, og hún endaði með því að bíða lægri hlut og dó úr berglum, ég má segja 1927. En nú ég að hlaupa svolítið yfir því að ég ætla að fara aðeins ennþá aftar. Eyjólfur Ámundason, afi minn, pabbina mömmu, hann flytur með sína fjölskyldu til Hafnarfjarðar árið 1919, þá var mamma 6 ára. Hann var stórbóndasonur úr Rangavallarsýslu, faðir hans bjó á Bjólu í Holtum, ég held ég fari rétt með það, Bjóla sig í Holtunum. Og þetta var nú þó nokkuð myndarlegt býli í þann tíð, en Ámundi, faðir hans, fór illa út úr einhverjum uppáskriftum og bara eiginlega misti bílið. Og sumir sögðu að hann hefði verið svo hrokafullur að hann ekki geta hugsað sér að skulda neinum neitt og hefði bara selt bílið sem hann gerði. Og þau flytja því amma og afi í Hafnarfjörð 1919. Þá eiga þau þessi 3 börn, mömmu, 1 bróður sem Ámundi hét og svo Jóhanna Margrét, þessi fallega stúlka sem dó svo úr berglum. Bara einhvers staðar milli rúmlega 20 held ég. Og já, sko, þá voru þau hjónin, amma og afi, búin að missa 4 börn áður og þau mistu öll fyrstu 4 börnin sín úr einni og sömu barnaveikinni, áttu ekkert eftir. Þessi 3 börn fæddust seinna. Og ég man alltaf að amma sagði við mig setningu sem ég gleymi aldrei, þegar hún var að segja mig frá þessu, þá sagði hún: verst þótti mér að missa Björn, hann var svo lífvænlegur. Sko, börn voru ekkert endilega lífvænleg á þessum tíma. En þá bjugguðu nú í Önundarholti í Flóa þegar þetta gerðist. Svoleiðis að þessar sorgir grúfðu svolítið yfir mínu æskuheimili. Nú, þau flytja þarna á Jófríðarstaðaveginn, kaupa þar lítið hús og bjuggu þar svo alla sína tíð og með okkur, þau bjuggu þar alveg þangað til þau dóu. Og þetta var náttúrulega allt og lítið hús fyrir allt og marga. Við vorum á endanum 14 í þessu pínulitla húsi og við hlógum nú ofta því krakkarnir að það hafði þó verið stækkað einhvern tímann. Því að það var ekki með risi þegar þau keyptu það.
Og þá veit ég nú ekki hvernig nokkur manneskja komst það yfirleitt fyrir. Því að ég held að sko grunnflötur hvorrar hæðar hafi verið 30 fermetrar. En það sem afi gerði, hann lét setja ris á húsið. Og þá fengust bara 2 nokkuð góð herbergi upp á lofti þar sem að allt liðið bara meir og minna svaf. Og hvernig mér leið í þessu, á ég að segja þér það? Illa takk, ekki alltaf. En sko við mamma áttu það sameiginlegt, ég held ég nú kannski haft það frá henni. Hún undi sér alltaf illa í Hafnarfirði. Hún vildi ekkert vera svona bæjarkona. Hún vildi bara búa í sinni sveit og hafði þetta fregnað af því að afi væri frá stóru og myndalegu búi. Því að það var sagt þannig fyrir austan að Ámundi langavennar, Ámundi afi hennar mömmu, að hann gaf fátækum mat þegar að syrti álinn hjá sveitungunum. Hann var svona aflögufær bóndi, sko. Mamma kunni aldrei við þetta fiskibæjarlíf og satt að segja, bar ég það nú einhvern tímann upp á hana, hún hefði fyrirlitið það. Hún vildi nú ekki meina það, en það held ég sé samt alveg rétt. Það sem gerist svo í hennar lífi það að hún var afskaplega falleg mamma. Hún var mjög eftirsótt ung kona, var ákaflega fögur manneskja. Og hún verður sem sagt skotin í honum föður mínum sem var líka voða sætur maður. Og ég á nú eftir að sýna þér einhverja myndir af þessu fagra fólki. Þegar hann missir mömmu sína í spönsku veikinni, þá honum ekki komið fyrir heldur, hafði hann áður verið þessir á Vatnsleysuströnd hjá góðu fólki, Bjarna Bjarna og Kristínu í Móakoti á Vatnsleysuströnd. Og þegar þau heyra hvernig komið sér fyrir honum í Hafnarfirðinum núna, eða þegar þetta gerist, að þá bara sækja þau drenginn og ala hann svo upp. Svo pabbi var mjög heppinn, það fór vel hann þarna. Svona fyrir hlustendur má upplýsa það að Bjarni og Kristín í Móakoti voru afi og amma Sigurðar Þórðarssonar ríkisendurskoðanda. Og þetta var mikið sómafólk og hann pabbi elskaði þessi hjón og allt þeirra lið af heitu hjarta. Þannig það væsti eiginlega ekkert hann. En ekki var nú pilturinn settur til mennta frekar en aðrir Hafnfirðingar og hann fer bara á sjóinn og gerist sjómaður og togara sjómaður. Og á þessum tíma náttúrulega var konungurinn í Hafnarfirði Einar Þorgilsson sem átti skipin og sjóinn og fiskin í sjónum og búðina og reitinn og allt það heila. Og pabbi vann hjá því fyrirtæki allan sín aldur. Og ég held að ömmu hafi nú ekki líka þetta allt of vel. Hún ætlaði henni mömmu áreiðanlega betra gjaforð og hefði heldur síðan að giftast einhverjum svona stöndugri manni og sem væri ekki alltaf út á sjó. Einhver sagði einhver tímann að samdráttur foreldra minna hefði verið girndarráð og ég held að það sé nefnilega alveg rétt. Þau voru dauðskotin hvort í öðru. En það þýðir ekki sama á að mamma hafi unað hag sínum sérlega vel í þessu hjónabandi. Þannig séð ég held að hún hafi ekkert verið ánægð með sína stöðu. Og svona sem dæmum það held ég og móðir mín hafi aldrei í lífinu farið niður á bryggju. Til dæmis til að taka mótanum pappa eins og konur gerðu. Augun blá eins og stjörnur, varirnar rauðar sem blóm. Augun blá. Besta vinkona mín bjó í húsinu fyrir neðan okkur á Jófræðsstaðaveginum. Pabbi hennar var verkamaður og ég öfundaði hana alltaf að því að á 1. maí þá fóru allir í sparifötin í göngu á hennar heimili.
Það hefði aldrei hvarflað að henni móður minni að láta sjá sig í verkalýðsgöngu. Ó nei, mamma mín var nú fín kona til þess. Og þetta hafði einhvern veginn í för með sér. Já, eins og ég sagði, ég var einhvern veginn stéttlaus, ég átti hvergi heima. Ég var klædd stundum eins og svona algjört sparibarn. Móðir mín sá að við ættum alltaf óskaplega falleg föt og án þess að ég væri neitt spari. Ég var náttúrulega bara eins og hver annar sjómannskrakki í Hafnarfirði, en ég var bara alls ekki meðhöndluð á þann veg. Og það einkennilega var að það tók allur bærinn þátt í þessu með henni mömmu. Hún hafði alltaf orð á sér fyrir að vera fín kona, Inga var svo fín kona og dugleg og allt þetta. Og Rúna litla var voðalega sæt líka eins og mamma hennar. Það var den gang. Og ég var óskaplega svona, hvað segir maður? Já, bráðþroska krakki. Ég man til dæmis alls ekki eftir mér ólæsri. Ég læriði satt að segja að lesa bara, ég held bara sjálfri mér, ég fann bara út úr þessu. Og þá var ég náttúrulega svona svolítið notuð sem skrítin skepna, ég var lítil og eins og ég enn. Ég ekki lengur eins sæt, en ég var voða sætur krakki. Og svo kunni ég að lesa fáránlega ung. Ég held að, amma sagði mér að ég hefði verið að lesa 3 ára, ég held ég hljóti nú að hafa verið orðin 4 ára, ég veit það ekki. En þá var ég náttúrulega fengin á árshátíð Slysavarnafélagsins, dressuð upp í silkikjól með slauf í hárinu og látin lesa upp sögu. Og þetta gerði náttúrulega óskaplega lukku. Æsku árin voru nú svo sem, barnæskan var svo sem ekkert slæm. Við vorum aldrei svöng og við áttum fötin utan á okkur. Nú pabbi náttúrulega, hann var óskaplega duglegur sjómaður hann pabbi og við oft fiskaðist náttúrulega vel og hann fór á síld og einu sinni man ég að þeir voru nú bara hæstir í vorum með hæstu veiðitölu það árið á Eddu frá Hafnarfirði og þá náttúrulega komu inn miklir peningar eða töluverði peningar miðað við það sem að fólk bjó við í Hafnarfirði á þessum tíma sko. Þannig að við vorum ekkert, það var auðvitað litlir peningar til en við vorum aldrei kannski svona bláfátæk, ég myndi ekki segja það. Nú einn hluti úr barnæsku minni sem kemur inn á þetta sem ég var að tala þessa dæmalausu aðdáun á mér sem barni, að yndisleg fjölskylda sem bjó á Jófræðarstæði í 15, bara nokkur hús fyrir ofan okkur. Þar bjó Eyjólfur Kristjánsson, sparisjóðsfulltrúi og kona hans Guðlín Jóhannesdóttir og 4 börn þeirra. Og Guðný, dóttir þeirra, hún tekur við mig svona óskaplegu ástfóstri og hún var að læra hattasaum og fór að búa til handa mér, svona bara hændi mig að sér og fór með mig hvert á land sem hana langaði, saumaði á mig húur og lúffur og ég veit ekki hvað og hvað og ég endaði með því að ég var óskaplega mikið á þessu heimili. Og þetta heimili var náttúrulega allt það sem að ég hefði viljað að mitt heimili væri. Þar var náttúrulega betri efnahagur sannarlega og svona, þar var fallegur garður sem hún Guðlín hugsaði og þar voru svona djúpir stólar sem ég fannst vanta sárlega á númer 7 og þar var kveikt á kertum stundum og haft huggulegt. Og þetta var eins og ég vildi hafa það og ég sótti óskaplega mikið í þetta heimili. Af því að ég ber svo mikla virðingu fyrir hlustendum okkar og áhorfendum, þá skal ég upplýsa það að Guðlín og Eyjólfur,
voru amma og afi Eyjólfs Kristjánssonar söngvara. Guðný var móðir hans, yndisleg manneskja. Og að vísu varð ég fyrir, fyrsta sorg mín í lífinu reyndast tengist þessari fjölskyldu. Því að Einar, elsta barn þeirra hjóna, hann var að lesa undir stýrimannaskólan með ásamt vini sínum og þeir lásu saman og þeir fengu mig til að hlýða sér yfir siglingafræðina. Ég man enn það var þykkur doðrantur sem að þeir bara þurftu bókstaflega að kunna utan að. Allt stjórnborð og bakborð og guð veit hvað, ég kunni hellingi í þessu í þá tíð. Og ég gerði þetta samviskusamlega og hlýddi þeim yfir alveg dagana langa. Og mér þótti óskaplega vænt þau systkin öll en ekki síst Einar. Og ég man eftir því að ég óskaði mér að ef ég væri bara pínlítið eldri, þá gæti hann Einar kannski bara gifst mér. En það leit nú ekki vel út, því ég var ansi miklu yngri. Svo, já. Nema það að mér þótti óskaplega vænt hann og þetta kemur nú svolítið fram í bókunum mínum Sitji Guðs englar og þar segi ég dálítið frá svona atburði. Nema það svo gerist það að þegar að þeir eru nú búin að ljúka prófi þeir vinirnir og þá ráða þeir sig á togarann Haukanes frá Hafnarfirði. Og þá gerast þau ósköp að Einar tekur út af skipinu og vinurinn kastar sér á eftir honum og þeir drukknuðu báðir. Og þetta var svo hræðilegt að þetta eiginlega, mér finnst alltaf að barnæsku minni hafi lokið þegar þetta gerðist. Þetta var slíkt áfall að það er eiginlega ekki alveg hægt að lýsa því. Því svo nefnilega héldu nú sorgirnar áfram í þessari fjölskyldu því að það leið ekkert allt og langur tími, ekkert mjög langur tími, þangað til að Eyjólfur, heimilisfaðirinn, lést. Og þá var þetta hús selt og þau fluttu á annan stað í bænum og þá var náttúrulega fannst mér eins og bara mitt annað heimili væri leyst upp. Svo náttúrulega giftist Guðný og eins og gengur og flutti til Reykjavíkur og þetta er svona liðaði mitt líf dálítið í sundur. En þetta fólk gaf mér óskaplega mikið, svona hluti sem að, þetta er náttúrulega kíkir nú alls staðar fram í bókunum mínum, sko. Ást mín á Jóhanni Brím sem að kemur fram í Sitji Guðs englar og þeirri seríu. Sko, hún er þaðan og þau áttu málverk, svona appelsínugula hesta í grænu grasi. Þetta var opinberum því ég sá þetta fyrst. Og síðan hef ég elskað Jóhann Brím og öll hans verk. Það var eitthvað, sko það sem þetta fólk gaf mér var fegurð sem ég kannski saknaði heiman að. Sko, mamma mín blessunin stóð sér náttúrulega eins og hetja að ala upp alla þessa krakka, megum minna ein því pabbi var aldrei heima. Og ömmu og afa heilsugóð, afi var nú staurblindur og eftir vinnuslys eða eftir umferðarslys reyndar og bara var í herbergi upp á lofti með ömmu og í þessu kraðaki, sko, það var náttúrulega ekki von að mamma mín ætti mikinn afgang til svona að halda úti svona einhverju fegurð, einhverjum huggulegheitum. Og svo það var ég sem fór náttúrulega ragast í því að koma upp blómum í garðinum í staðinn fyrir njólan og reynda og kveikja á einu kerti. Ég ætla bara að taka það fram að hún móðir mín náttúrulega
hefði átt að fá 10 lárviðarsveiga því að hún kom þessum börnum á legg, öllum, og það fór þannig fram að það var aldrei sagt þú við okkur. Hún sagði þið ef hún þurfti að tala við okkur. Við áttum að vera stillt, við áttum að vera hrein, við áttum að vera duglega að borða og við áttum að hegða okkur vel utan heimilis. Og eftir stendur að hún var til dæmis ekki mikið að kjassa okkur eða þannig. Ég átti ekki svoleiðis mömmu. En þegar upp var staðið þá skilaði hún okkur þannig að við öll 10 stykkin erum held ég með tandurhreint sakarvottorð, heiðarlegir skattgreiðendur, einhver með öll þak yfir höfuðið, öll menntuð í einhverju og geri aðrir betur. Ég meina, við stóðum okkur bara alveg eins og mamma vildi. Sólar niður, tíminn líður með ljúfum niður og fegurðin andar á vöggu lífsins friði. Fegurðin andar á vöggu lífsins friði. Sko, málið var náttúrulega, við kynntumst honum pappa aldrei reglulega því að hann hafði ekki tíma fyrir neitt nema mömmu þegar hann kom í land. Þannig að eftir að ég var fullorðin manneskja og fór að kynnast fólki út hingað og þangað í þjóðfélaginu, fólk sem hafði þekkt hann pappa, verið með honum til sjós og annað slíkt, það var bara að tala um einhvern mann sem ég bara kannaðist varla við. Ég vissi ekki að pappi hefði verið að fást við að yrkja stundum, aldrei heyrt það fyrr. Ég vissi ekki að hann kunni heilu þulurnar og heilu kvæðabálkana. Hann hafði aldrei farið með það fyrir mig. Og fyrir nú utan bara hvaða allir bárunum vel söguna, þeir voru kannski komið ungir strákar borð, þá vann hann margfalda vinnu fyrir þá og meðan þeir voru út við lunningu að æla, sko. Þannig að hann var margt merkilegu maður, hann pappi. Það sem hann hætti ekki að koma okkur á óvart, því að eftir að hann dó, það var ekkert langt á milli mamma og pappa og þegar við fórum nú að taka svona, saman eigur þeirra, þær voru nú ekki miklar, þá og fletta svona alls konar gögnum og pappírum, þá fundum við heilmörg sendibréf frá pappa til hennar fóstru sinnar, hennar Kristínar í Móakoti, nú og mömmu þegar hann var í síld fyrir norðan og okkur rak í rogastans. Þarna voru þessi flottu bréf, skrifuð alveg af einstaklega fallegri handskrift og vel og rétt skrifuð og við horfðum bara hvert á annað og spurðum, býtu, er þetta pabbi okkar sem skrifaði þessi bréf? Það hefði bara enginn haft hugmyndum. Í fyrsta lagi pappi hefði svona óskaplega fallega rithönd og því síður að hann væri bara vel að sér í íslenskri málfræði, betur en margt fólk sem ég þekki. Og man eftir einni setningu sem hann sagði, og það voru fleiri, það var til hennar Kristínar, fóstru sinnar í Móakoti, að hann sagði, ég man eftir þessu ennþá, Rúna litla dafnar vel, þá hef ég verið eitthvað á fyrsta öðru ári eða eitthvað svoleiðis. Rúna litla dafnar vel, efnin koma seinna. Þau komu nú reyndar aldrei, en hvað það? Þetta var falleg setning, það er 2 setningar, efnin koma seinna. Hann sagði þannig 2 stuttum setningum,
úr því Rúna dafnar vel allt í lagi, látum efnin bíða. Þetta gerði maður rithöfundurinn ekki gert betur, sko. Og en þetta náttúrulega óskaplega sorglegt, hvernig maður, og þetta bara dæmi gert fyrir sjómannafjölskyldur á Íslandi, að börnin mistu af feðrum sínum. Það var bara engin möguleikar á að kynnast þeim. Og auðvitað getur maður orðið svolítið sorgmætur þegar maður fer að hugsa eftir á hvað hefði nú verið gaman að þekkja þennan mann betur. Heldur en bara svona pappa sem var einum og oft svona svolítið fullur þegar hann var í landi. Það bara alveg óskaplega, ómerkilegt og lítið brot af honum. En það varð svona ægilega stórt þegar að það var engin aðgangur á hinu. Félur hún undir tunguna rót sinn þín staðar. Jú, svo var náttúrulega Margit Rán, Glitradaggir grær fold. Það var nú meiri doðranturinn, miklar ástir einhvers fiðluleikara, fátæks fiðluleikara og upphafinnar skal ég segja þér herra, eða hún var á svona stórbýlis stúlka og stúlku frá stórbýli í sveitinni. Og ég þurfti nú ofta að spurja ömmu, því ég skildi ekki allt. Að meira að segja píndi það mig einu sinni að það var eitthvað, þú man ég ekki hvað var að skena, allavega lágu þau skötuhjú einhver uppi foss í grasinu og létu fara vel um sig. Og kaflinn endaði svona og lét hún Erling gjöra sem hann vildi. Og ég hljóp til ömmu og sagði, hvað vildi hann Erling? Guð fyrirgefi þér, barn, sagði amma, viltu ekki lesa þessa vitleysu? Og ég veit ekki enn hvað hann Erling vildi og það pínt mig allt við líf. Svona getur þetta nú verið, en en þetta var nú allt saman stundu skemmtilegt.